Sælveri og verið velkomin í myndbandið sem fylgir kafla 1-2, breytur og útprentun. Við ætlum að tala um breytur og útprentun. Í síðasta myndbandi þá voru nokkuð leikvöku með A, B og C og fleiri breytur. En breytur eru þannig að við getum vísað í hana síðar. Þannig að við séum ekki alltaf að skrifa bara hérna 1 og hérna 1 og hérna 2 og svo kannski ætla að breyta einhverju. Já, alltaf þurfa að breyta þetta bara nýtt. Í staðinn fyrir að gefa gildrunum sem við ætlum að nota eitthvað heiti sem við getum vísað í aftur og aftur ef þetta er breyti sem við ætlum að nota ítrekkað. Segjum til dæmis að við viljum skoða tvær tölur, 1 og 2 og ég vil skoða margfeldi. Þá getur þetta hérna 1 sinnum 2 og 1 pluss 2. Ég ætla að leggja það saman og svo ætla að deila líka og svo langar við líka að skoða frádrátt, tekjutala. Og ég fæ fullt af niðurstöðum, ég fæ 1 sinnum 2 er 2, 1 pluss 2 er 3 og 1 deilt með 2 er hálfur og 1 minus 2 er minus 1. Og svo velti ég fyrir mig líka núna, ok, hvað með kannski 3 í stað fyrir 1? Þá er að breyta hérna 3 og 3 og 3 og svo segir hérna, 3 sinnum 2 er 6, 3 pluss 2 er 5 og 3 deilt með 2 er 1 hálfur og það byrjuð 3 minus 2 er minus 1, nei, 1 minus 2. Sjá, þannig að ég glemdi að gera hérna bara og það er svona sem maður á við að maður getur glemt þessu oft við og svona ef maður ætlar alltaf að handpikka allt inn. Það væri mikið betra ef maður væri með breytur og þá getur ég sett hérna A og B og þá, núna er allt rétt sko og hann ætla að breyta A. Ég ætla að breyta A sem kannski 4. Það var rétt núna. Bara allt saman, alls þar. Og ég veit það, því ég notaði breytunar. Og svo kannski ég ætla að nota breytu líka hér, segja marg samansem, summa samansem, teiling og mismunur. Margfeldi 8, summa 6, teiling 2 og mismunur 2. Þannig að þá getur maður núna, svo ef ég nota þetta aftur áfram, þá veit ég núna mikið betur og einnig eru A og B ekki sérlega lýsandi breytuheitur. En strax sem maður myndi segja hérna tala 1, svo býður MATLAB hérna press shift enter to rename 4 other instances of A to tala 1. Og ég veit núna, ég var alls þar að nota þetta rétt, þannig að ég veit að alls það sem var A, shift enter, fæ núna tala 1. En þetta er varasamt ef maður passar sig ekki mikið því að kannski ef maður endurskýra breytur eitthvað þá yfirskrifar maður fullt af mikið en þetta er bara varasamt, það er allt sumt en sniðugt ef maður er að fylgjast inn með. Svo, tala 1 og tala 2 og svo. Og punkturinn bara sá, við notum breytur fram og tilbaka og munum nota fullt af breytum í MATLAB og svo sem öðrum forritunarmáli líka. Til þess að geta átt svona góðan stað til þess að breyta tölum sem maður vill breyta, en ef maður sér að breyta þeim alls staðar í einu, maður ekki elta upp einhverju tölur og líka svo það sem verður svo sem talað um nánar síðar, það er að breyturnar heiti eitthvað lýsandi til þess að vita hvað er á bak við breytuna. Og svo tölum við hérna þessum gildisveitingum. Þegar við búum til breytu, þá erum við að gefin eitthvað gildi og þetta kallum við gildisveitingu. Þannig að hérna segjum við, ok, tala 1 fær gildi 4, þannig að við erum veitað í gildi 4. Og þannig að þetta er ekki alveg sama jafnamerki við erum vön að sjá í stærðfræði. Þegar í stærðfræði þá segjum við, þetta er rétt fulling, 1 pluss 2, það er það sama, nei 1 pluss 1 fyrir ekki, það er það sama 2. En í MATLAB eins og þú erum að skoða rökbreytun í síðasta myndbandi, þá sögðum við 1 er það sama 4, þá sögðum við sama sem. En í MATLAB er 1 pluss 1, það er það sama sem 2, það er rétt fulling, hérna fengjum sanngildið 1. Þannig að þegar við segjum sama sem í MATLAB, þá er það svona svo þessum skilgreinum eitthvað, oft með styttra táknmáli, eitthvað sem við meinum, eins og hér gefum pi, hér er gildisveiting og svo einhver skýring, þetta er ummál hrings deilt með þvermál hrings. Og gefum því táknmáli pi. Hér svo sem lengista, en hins vegar til þess að einfalda breytingar á mörgum stöðum, en hér hins vegar margföldun, eða marg f.
það jafngildir tala 1 sinnum tala 2, þannig að við erum að stytta þetta hér í þetta stutta táknmál hérna. Og svo eitthvað sem við höfum kannski tekið eftir hérna, það er þetta með semikóluna, það stöðvar útprentun. Við fylgjumst hérna með að þegar við keyrum hana góða hérna, að maður tala 1 er 4, tala 2 er 2, margf er 8 hérna, summa 6, deiling 2 og mismunur 2. Við segjum bara, já, ég veit, þetta er stilltigildi, þannig ég vil ekkert að þetta birtist. Þannig að við keyrum aftur hérna, þá er hérna sjáum mismunur, það var frá því síðast og hérna sem margfeldi, summa, deiling, mismunur, þannig að við sjáum ekki lengur tala 1 og tala 2. Þannig að þessi semikoma stöðvar það að tölurnar prentist hérna í skipunarglugganum. Að öðru óbreyttu birtist tölurnar í skipunarglugganum. Og meira sér það þannig að við skoðum hérna gult, svona matla bara láta okkur vita einhvers konar villu eða aðvörun. Og hérna segir hann, add a semicolon after a statement to hide the output. Og hann er bara svona að mæla með því að þegar maður er að vinna með þetta, ofta svona eðlilegast að menn séu með semikomi hérna til þess að vera ekki að prenta út eitthvað svona óþarfa. Og svo stýrir maður því frekar á eftir og lærum það betur síðar, hvernig við stýrum því hvað við viljum prenta út í skipunarglugganum. Öðru sem bara stoppa það þegar. Og alveg eins og áðan með aðra breytur geta innihaldið tölur eða stafabreytur, og þetta áriðnar við allar gagnagerðir í MATLAB. Við skulum búa til nýja skriftu. Þetta gildir allar gagnagerðir. Við þurfum svo sem kannski ekki skriftinu, við getum unnið bara hérna í skipunarglugganum, kommandun þá. En ef sem hérna þessu stafur, saman sem halló heimir, þá sjáum við hérna að stafur, það er breyta sem hefur gildið halló heimir. Þannig að þetta er dæmi textabreytu sem er nákvæmlega stafabreyta. Eins og við tölum þá er bæði strengir og stafir dæmi textabreytur. Halló Harry, það er svo strengurinn okkar. Þannig að þetta er bara svona smá spjall að við getum haft að allar breytur fyrir allar breytur geta haft, eða hver breyta getur haft í raun og hvaða gagna gera baku sig, ef við skýrum hana bara. Og hérna er svo minnst á þetta disp. Við getum látið prenta út stafabreytuna eða svo sem hvað sem er annað með disp skipunni. Þannig að við segjum hérna disp, þetta er bara stytting af display, strengur. Svo ef maður rítur á tab þá getum við fengið svona lista, og ef það er skýrt hvað maður ætlar að fara þá klárar hann bara MATLAB. Og þá skrifum við bara út hérna halló Harry í staðan fyrir að segja strengur saman sem halló Harry, og það prentast í skipunarglugganum bara einfaldlega halló Harry. Og hérna sjáum við með þá breytuna margf og getum séð alla breyturnar sem eru skilgreindar í hérna það sem heitir workspace eða vinnurýminu, breytutöflunni, alltaf að segja, breytutöflan hérna. Inniheitir allar virkar breytur. Þannig að við gerum hérna disp margföldun, þá kemur bara 8 hérna í skipunargluggan í staðan fyrir margf saman sem 8. Þannig að við getum notað disp til þess að prenta út svona í skipunargluggan alls konar bæði tölur og strengi og stafi eða alls konar textabreytur og reyndar fleiri breytur sem við höldum áfram. Og munum bara hérna einfaldar gæslappir afmarka stafi en tvöfaldar gæslappir afmarka strengi. Hér er talað að ABC hefur 3 strök en ABC hefur 1 stagg. Þá er verið að vísa í hérna þegar við sáum hérna hús að stafur, hérna sjáum við að þessu 12 stafir en strengur bara 1. Þetta er bara 1 strengur þó að hann sé svolítið stærri heldur en stafirnir. Og hér er svo sem minnst á. Það skrifa athugasemdir er mjög eðlilegur hluti af því að vera inn í forritun. Og við gerum það með svona prósentumerki. Við framan eitthvað svona texta. Og notum okkur þetta. Og við getum til þess að byrja bara að búa til litla skriftu. Og segjum hérna R saman sem við gerum þetta bara sama, hvað er hérna 3. Svona þess að semikomuna til þess að prenta ekki út og segjum hérna, ég ætla bara að skýra hvað þetta er radius.
rings. Svo bara u saman sem, hvernig þetta var, pi sinnum, tvisvar sinnum r. Sem er koma til þess að stöða útbreytun og segja hérna, þetta ummál rings. Skulum hafa bil hérna, það snyrtilegra. Og svo a, þetta þá pi sinnum r í öðru. Þetta flatarmál rings. Já, ok. Ég var að segja hérna við tökum þetta og við getum séð hérna. U og a hérna. Svo ágætt að minnst það að nú fullt af dóti hérna sem var hérna í skipunarglugganum og við viljum kannski ekki sjá það. Skulum bara nýta tækifæri og kynna það hér. Ef við gerum clear, þá hreinsast breytutréð hérna. Getum við bara gert það fyrst hér, clear. Þá hreinsast breytutréð, CLC, hreinsu skipunargluggan. Þannig ef við skrifum þetta alltaf efst í forritinu, annarkvort með semikomu milli eða nýri línu, oftast er þetta gert bara í einni línu með semikomu milli til þess að aðgreina bara og geta keyrt allt í einni línu. En ef þetta er efst í forritinu okkar og það hvers getur sem við keyrum þetta, þá hreinsast breyturnar og skipunarglugginn. Þannig að við séum með tómt blað. Og það er svo sem engar beinar reglur hvernig við gerum þetta, en við getum haft þetta með mismiklu bili. Hér til þessu alltaf bil hérna á milli aðgerðana sem að þykir almennt svona frekar snyrtilegt eða eykur læsileika. Þá sjáum við þetta verið mislangt hérna. Þá getum við bara að laga þetta hérna með tab. Svona snyrtilegt bara. Ok, svo getum við sagt ok, við viljum kannski vita mismunandi radíus. Í staðinn fyrir að breyta allt þessu gildi r, þá getum við látið MATLAB spyrja notandann. Þannig að í hvers skipti sem forritið er gert, þá spyr MATLAB notandann í hvers skipti hvaða gildi viltu hafa radíusin. Þá getum við notað fallið input. Þá getum við notað svona r saman sem input og skrifum radíus tvíbútur saman sem og svo svona gæsleppir hérna. Skoðum þetta aðeins. Þannig að í staðinn fyrir alltaf að gera þetta og bara, ok, nú ætla ég að skoða r hérna 4, ætla að breyta, þá segjum við bara, ok, ég ætla að geyma þetta aðeins í bili hérna. Þegar nú erum við bara að fikta input og svo einfalda gæsleppir, radius og svo ef við keyrum kóðan þá segjum við radius er hvað og við stimpla 3, enter og prentar hann út. Hérna sjáum við hérna stendur R, U og A og ég set semikomi hér. Þá þegar ég er búinn að stimpla radiusinn, 4, enter og prentar hann ekki. Þannig ég stöðu útprentun á þessu hér. Ok. Þannig að þetta birtir svona. Og hér er minnst á að ef að MATLAB biður eftir innslagi og ekkert verið styrka, þá getur verið að kóðinn hafi verið keyrður mjög oft og MATLAB sé að spyrja okkur. Svo keyrðum við kannski tvisvar viðbót og svörum og hverfur allt. Eins og sem hann sé þá að bíða. Skoðum þetta andag. Þá getur við höfum bara keyrt kóðann mjög oft og þá getum við þetta Ctrl+C til þess að bara stöðva keysluna og getum þetta í dóttarinn einu sinni. Sjáum aðeins hvernig þetta lítur út. Segjum að ég fari hérna og ég ætla að keyra kóðann 3 sinnum. 1, 2, 3. Við þurfum að vista. Segjum hérna. Hringur bara. Skrifum þetta bara hringur. Ok. Ég keyrði, ætla að keyra aftur, ætla að keyra 3 skipti. Þá ger ég radíus kannski 6 og enter. Ég veit ekki hvort þú sá það en það kom hérna hvarf strax og hann spyr aftur. Þannig að það virðist kannski fyrir það með róvanur eins og hafi ekkert skeð. Einfallega bara kóðinn er að keyra aftur og aftur, hann bíður eftir þetta. Þannig að hér mæli ég bara með þetta Ctrl+C, þangað til þetta bara hættir og þá við sjáum goggan eða aftur. Þá vitum við bara það að við vorum bara að keyra kóðan bara allt oft. Þannig að þetta er bara svona ákveðið svona varnarmál sem er hægt að hafa bak við eyrað. Og prófa þetta bara endilega á fullu og breyta. Hérna talaði einfalda gæsleppir. Hérna er kannski eðlis spurning. Hvað gerist þegar ég hef tvöfaldar? Breytið það einhverju? Það þurfa að vera eins á móti hver öðru. En hvað gerist þegar ég keyrum? Radius 8, enter. Það er bara allt eins. Þannig að eins og ég nefndi þegar við vorum að kynna textabreytunar að hvort sem það eru tvöfaldar
sérstaklega við setjum þetta sem inn í föll. Og að óbreyttu þá er þetta input-fall, það gerir ráð fyrir það sem stimpluminn sé tala. Þannig að til dæmis eins og ef við keyrum kóðanum aftur og ætlum að skrifa radius og síðan 4, þá bara hann heldur eiginlega bara áfram sko, af því að hann veit ekkert hvað er að gerast hérna sko. Hérna kom ekki neitt, þá skilar hann á móti engu öðru. Þannig að við skulum að sjá hvernig við getum gert það. Þannig að við skulum skoða þetta sýnindæmi hér. Búið til forritið nafn aldur sem spyr notenda nafn og aldur. Aldur á að vera í heilum árum eða heiltölum og noti F-print til þess að prenta út niðurstöðurnar. Útprentun ætti að hafa eftirfarandi form. Halló X, þú ert Uslan ára. Og til þess að geta tekið inn stafabreytur þá stendur hérna að við þurfum að setja S aftast í input fallið með kommu á milli. Þannig að hvað heitir þú og svo S. Þannig að prófa það. Búum til nýja skriftu og byrjum bara að hafa clear CLC. Okay. Og vistum breytinu, hún átti að heita hvað sáðu hérna? Það á að heita nafn aldur. Nafn aldur. Okay. Svo var hérna, við notum input til þess að það geti verið strengur eða textabreyta, þá þurfum við að setja fram S-ið hérna. Þannig að bara nafnið, spyrjum það, nafn, saman sem input. Hvað heitir þú? Spurningamerki. Svo fínt að hafa bil, bara annars prenta spilið, eða þá prenta spilið með og gefur svarun okkur sem andrými. Svo segjum við hérna komma og við ætlum að segja hérna við MATLAB að ef við setjum S hérna þá á þetta að vera stafabreyta eða textabreyta. Þannig að ef við keyrum þennan kóða hérna, þá getum við skrifa hérna 4 núna, og hittum enter. Og þá séum við að nafn er 4 sem textabreyta. Með svona gæsalappir hérna. Einfaldi gæsalappir, nákvæmlega stafabreyta. Þá spyrum nafn, svo spyrum aldur líka. Input. Og það átti að vera í heiltölum, þannig að við getum eða hvað ert þú? Gamall, gömul eða gamalt. Og af því þetta á að vera bara tala, þá bara þurfum við ekki að setja neitt S og getum notað eins og notuðum áðan. Prófum að keyra þennan kóða, hvað heitir þú? Ég heiti Jóhannes. Og hvað ert þú gamall? Ég er 28 ára. Svo sagði við hérna að gerum nafn Jóhannes á aldur 28, þannig að við skulum stoppa útprentinu þessu hér, en við erum búin að sjá þetta virkja samlega. Svo stendur hérna F-printf, halló, svo gefum við hérna prósentumerki S og nafn. Nú skulum við aðeins skoða þetta fall hérna F-printf. Hérna stendur halló, prósentumerki S, uppröðumerki, og svo stendur hérna bakarista og svo N og svo lokast einföld gæsalapp hérna, svo gefum við komma og nafn og það er breytan okkar hérna sem við notum áður. Og prófum að gera þetta F-printf. F-printf er sett fall sem leyfir okkur að nota breytur og getum stillt þær á ýmsan hátt til þess að prenta út hérna í skipunarglugganum. Og hvað stóð hérna? Skrifum bara eins, já halló bara, halló. Og svo til þess að geta nota breytuna, þá séum við prósentumerki. Og við ætlum að nota breytur úr kóðanum. S ef þetta á að vera textabreyta. Svo ætlum við bara fram upprúfnumerki bara skemmtilegt að birtist. Og hérna bakarista N, backslash N, það þýðir ný lína. Þannig að eftir þetta þá birtist í næstu línu eftir. Og segjum hérna nafn. Og keyrum þetta eins. Hvað heitir þú? Ég heiti Jóhannes. Og ég er 28 ára. Hér mætti vera bil til dæmis. Hérna sjáum við sko muninn á, hérna er bilið á milli og svo gátum við skrifað og hérna er ekki bil og þannig að fínt að bil hérna. Hérna stendur þá halló Jóhannes, uppröðumerki. Það er því að í staðan fyrir prósentumerki S og þá kemur gildið sem er þessari breytu nafn. Ég skrifaði hérna inn Jóhannes og það birtist bara Jóhannes hérna í staðan fyrir prósentumerki S. Halló Jóhannes, uppröðumerki.
Hér ætti kannski ekki að vera upprunamerki. Þá getur keyrt aftur, Jóhannes, heiti ég. 28, sjáðu bílið hérna, það er snittilega. Halló, Jóhannes, upprunamerki strax eftir. Og þetta \n hérna, þá birtast goggarnir inn í línu og reyndar er bíl hér sem við sjáum ekki beint. En ef við sleppum þessu \n hérna, eða bakristu n og prófum að gera aftur. Ég ætla að skrifa bara Jói, nei, ekki hérna, ég ætla að skrifa bara hérna Jói. Sí. Jói. Ég 28, það kemur halló, Jói og að því við gerum ekki nýja línu hérna, birtist sko næsta innslag eða goggarnir ekki í næstu línu. En við getum alltaf ít endur til þess að fara næstu línu. En best er hér bara að hafa bara bakristu n eða \n og þá kemur næsta í næstu línu. En prentum líka út aldurinn, print f. Þú ert, svo hérna tala um g til fyrir tölur og notum \n líka og þess að þetta punkt hér og breyta þar að koma, aldur, keyra. Hvað er þú? Jói, 28. Halló Jói, þú ert 28. Já, takk fyrir það. Og hérna dæmi um keyrslu, hér er Jón, 28. Halló Jón, þú ert 28. Og hérna er þetta greint, þetta allt saman. Og þið getið lesið þetta betur. Þetta er nokkurn veginn bara það sem við tölum um, en þetta \n eins og hér er orðið, svona eiginlega bara sama á n. Svo notum við prósentumerki S fyrir textabreytur og prósentumerki D fyrir tölubreytur. Og svo er einn punktur hérna, ef við viljum lesa eitthvað meira, þá getum við alltaf notað help í MATLAB. Bara já, f', þetta er sniðugt fall hérna. Ég gerir help. Hér er enda að tala um help input, skoðum það frekar aðeins, help input. Fáum við hérna, ef við skrólum, input, prompt for user input, það bara býður eftir svari frá notanda. Og result saman sem input prompt. Og result það er eitthvað niðurstaðan eða svarið sem kemur úr fallinu. Og prompt það er þá bara hérna eitthvað strengur. Hérna tala um prompt string, strengur er í MATLAB oftast talað um string fyrir textabreytu og ekki aðgreint á milli strengja og stafbreyta í undirlegum texta, því oftast er það eins. Því hér má þetta vera, ef við setjum streng hérna í staðinn, eða tværgæslappir, það hefur engin áhrif á virknina, við fáum ennþá allt eins. En við vorum að skoða hérna, já við getum líka ýtt upp til þess að sækja síðasta innslag í skipunarglögun, help input. Og hérna bara hægt að lesa ýmislegt hérna. Og hérna stendur S þegar við skrifum texta. Og hérna er bara svona nokkri punktar. Ef við viljum fá prompt sem er með nokkar línur, þá notum við bara \n hérna, eða bakristu n eins og við erum vön, til þess að fara í nýja línu, og það er bara nákvæmlega eins og hérna inn í f', gildir sömu reglur með það. Svo bara tekið fram, ef þú vilt að birtist svona bakrista í promptinu, eða þessu spurningu, þá þarf að gera tvisvar, það þýðir bakrista, þýðir það er eitthvað að fara að koma, hvað kemur hérna? Það er eitthvað að fara að koma og n þýðir bara ný lína. Og svo til svona backslash og eitthvað annað fyrir ýmislegt annað. Til dæmis er hægt að gera svona bakristu T, það er þá tab, jafngildi tab, þá færir svona til nokkur slög. Og ræðum líka aðeins meira um hvað má nefna breytur. Nú erum við búin að nota nokkra breytur hérna. Við erum búin að nota nafn og aldur, við notum hérna R og U og A og með þessi áðan þá vorum við tala 1, tala 2, margföldun summa, deilingu, mismunur. Þannig að við erum búin að nota nokkra breytur hérna hingað til. Og sjá. Og reglunir er þannig að fyrsti stafurinn þarf að vera bókstafur úr enska stafinu. Eftir það mega koma tölustafur. Þannig að taka þetta eins og hérna fyrstu skriftinni tala 1 og tala 2, eða tala 1 og tala 2. Það má ekki vera hérna 1 tala. Þannig að við prófum þetta, gerum þennan kóða og þá segir hann bara invalid expression. MATLAB segir að þetta bara virki ekki svona. Það því að fyrsti stafurinn, fyrsti bókstafurinn í breytinu okkar verður að vera úr ensku stafrófi og nákvæmlega bókstafurinn ekki tölustafur.
Við leyfum ekki sér, við MATLAB leyfir ekki sér íslenska stafi, ekki komur, ekki punkta, ekki semakomu, ekki tvípunkt, ekki spurningmerki eða ekki nein önnur möguleg komusetningartákn. Það er bara því að það er bara frátekið fyrir allt annað. Það má ekki vera bil, þannig að ef við viljum hafa 2 orð, til dæmis eins og, já við vorum svo sem ekki með það hér, en ef við viljum hafa bil, þá verður breytan okkar að vera kannski eitthvað hérna, löng breyta, sama sem 5. Þá getur við bara notað niðurstrik, eða þá er oft svona óskrifaðar reglur, þá er það stór stafur fyrir hvert orð. Og hér eru við með breytu, þá er með fullt orðum og svo getum við líka haft niðurstrik eins og áðan og þá bara höfum við ekki stóra stafi á niðurstrik. Það er svona óskrifareglunar, en þú getur haft stóran staf og lítinn staf líka, en það er svona ekki venjulega gert. En svo er líka fullt fráteknum innbyggðum skipurum eins og end, for, while, else og svo framvegis ásamt þeim föllum sem við nota hingað til. Svo líka fastar. Þess að við segjum end 2010 og þá segir MATLAB, ok, þetta getur ekki notað þetta er frátekið, lykilorð. Og svo fastarnir, eins og við notum pi áðan, við getum skoðað það, við prófum að gera bara pi er sama sem, byrjum fyrst segja bara pi og fáum eins og við skoðum áður, en svo getum við sagt þetta og við ætla að yfirskrifa og sagt pi er sama sem 5. Þannig að núna ef við gerum sem 1, segjum við ætla að reikna flatamál hrings með radíus 1 á 1 í öðru þá, reyndar, sinnum pi, það fæði 5 en ekki 3,14, 15, 92, eitthvað fleira, að því við endurskrifum pi. Svo tekjum við hérna fram, ef við höfum yfirskrifað eitthvað, þá getum við gert bara clear pi og svo við prófum að gera pi aftur, þá er það innbyggt. Þannig að þegar við gerum clear pi þá erum við bara að eyða það úr breytutrénu okkar og höfum endurheimta. Og hér er bara beint á, ef við höfum yfirskrifað clear þá getum við endurheimta með þessari skipun. Og hérna er bara dæmi um löglegar og ólöglegar breytur. X6 er í lagi af því að fyrsti bókstafurinn er enskur stafur og svo má koma að tala eftir það, en 6 er ekki í lagi. Breyta eitt er í lagi, ekki eitt breyta. Þetta má, af því að við erum bara búin að breyta stöfunum, en þetta má ekki, hér er íslenski stafur, það er þ og á. En faktorial var í lagi, en oppröpunarmerki það er ekki breyta í lagi. Þetta er ágætisbreyta, en þetta er slæmbreyta. Bæði er hérna I og bil, það er ekki leyfilegt. Last value var eitthvað sem við mættum nota, en end er ekki eitthvað sem við getum nota. Þannig að það er nokkuð eitt og annað. Og svo getum við líka, við erum búin að skoða nokkuð föll hérna, til dæmis eins og input. Við getum líka yfirskrifað það, input sama sem 6. Þá er input sama sem 6. En ef við gerum clear, þá virkar til dæmis ekki lengur að gera input og ætla að segja hérna eitthvað. Bíð eftir svari. Þá kemur hann bara fram að þetta sé ekki í lagi og hann talar reyndar um array eða fylki. Þannig að við þurfum að cleara það úr, eða eyða því úr hérna breytu trénu okkar. Og nú myndi þetta virka, bíð eftir svari. 7. Segjum þetta gott í dag.